Já, Pipar í auglýsingastofa, skilgreinum þannig og við gerum í raun og veru allt sem að við kemur auglýsinga- og markaðsmálum fyrir fyrirtæki. Hérna er fólk sem er búið að vera í bransanum í 40 ár og síðan aðrir sem eru nýir og þetta snýst bara það að executa og gera verkefni fyrir og efni fyrir hérna þau fyrirtæki sem eru í viðskiptum hjá okkur. Fyrst hafði Valli verið á námskeiði hjá Brynjari og hann sagði mér að hitta þennan náunga. Hann kom hérna og fór svona yfir það sem hann er að gera og kynnti fyrir mér og mér leist bara mjög vel á þetta. Þegar við hittumst fyrst þá var ég búinn að vera að leita af einhverju prógrami sem að gæti nýst mér til þess að ná betri árangri. Þannig að tímasetningin hjá hann var mjög góð og ég var alveg meðtækilegur og fannst það sem hann sagði mjög spennandi og bara líka krafturinn í honum og bara hvernig hann kemur fram, það er heillandi. Það er ofboðslega mikil eldmóður í honum og þú veist, þegar maður hittir hann það smitast maður af því og þú veist, það er kraftur og þú veist, það kemur beint fram og þú veist, mann líkar vel við það og bara það að þú veist, þessi kraftur og eldmóður að þú veist, maður peppist upp og það er gaman að vera í kringum svona fólk og það að vera í það, það kemur hreint og beint í dyrana og þú veist, segir manni bara, þú veist, þú ert með allt niður í þessu hérna, þú voru að fara að taka það tæki hérna, og þú veist, maður bara stundum þarf maður að heyra það og maður þarf líka bara þjálfa sjálfan sig í því að geta tekið við krítík, það bara ekkert sjálfgefið, það er ekki allir sem að geta það. Bara það að sé ekki, þetta er ekki short term eitthvað námskeið eitthvað sem þú bara gerir og sem bara er þetta hérna baka hausnum að, þú veist, bara þetta er langt, þetta er lífstíll í raun og veru og þú veist, þú ert bara að vinna með þetta og síðan bara hægt og rólega bara verður þetta eins og nafnið er, key habits, skilur, þetta er bara eitthvað sem þú bara breytir sjálfum þér og síðan er þetta bara orðið hluti af því sem þú gerir dagsdaglega, það er ekki verið að hugsa um þetta. Það er náttúrulega lykillinn að þessu finnst mér að það er ekkert quick fix og að sjálfsögðu er ekki neitt svona quick fix í því hvað þú ert að gera, hvernig þú hagar sjálfum þér. Þú þarft að breyta þér og þú ætlar að ná meiri ávinningur, þá þarft að breyta hlutum og vera konstant að gera það. Og það er bara sá hluti sem er öðruvísi en þetta en allt annað. Key Habits er krefjandi prógram og þú veist, það er klárlega ekki fyrir alla. Þú veist, og ég veit og ég sé það sjálfur að þú veist, það er fólk sem er ekki að fíla þetta og þú veist, það er bara þeirra mál. En að fara í gegnum krefjandi svona prógram og vera að ýta sjálfum þér að gera betur, það bara er gulls ígildi. Maður hugsar bara það að maður er orðinn þetta gamall, 48 ára, bara akkur í andskotunum er ekki búinn að gera þetta fyrir. Það er bara galið,